Já, komið sæl. Það sunnudagur og þá eru sýnir Egilsson á Samstöðinni. Ég fengið í vettvandagsins fína viðmældur Jakob Bjarnar Grétarsson, Svanborg Sigmarsdóttir, Björn Leví Gunnarsson og Birta Björnsdóttir. Við erum allir velkomin. Stærsta máli í vikunni, það var afsögn Ásthildar Lóu Þórsdóttur. Er það ekki? Skrifaði þú margar fréttir þetta? Nei, sko, ég var bara heima í vetrarfríi og fylgdist með þessu bara eins og hver annar jói á bólnum upp í sófa heima og mér var nú eiginlega bara brugðið. Ég var nú svona að dunda mig við það að reyna að púsla saman þessum væringum sem eru hér innan sósíalistaflokksins og reyna að hafa gaman að því. Glætnum var eiginlega stúlið, sko, það er konur í með statíkina. Já, þetta var svolítið rólegt yfir þessum og svona ríkið að setjast á kemur þessi bomba og áttum okkur á einu að Ásthildur Lóa, hún er búin að segja af sér áður heldur en fyrsta fréttu máli birtist. Þannig að sko ég... Var hún rekin? Getur það verið? Sko... Hún hafi bara rekið hana úr... Sko, eins og Kristrún segir að þetta hafi verið hennar ákvörðun en svona ákvörðun er nú kannski ekki tekin alveg í tómarúmi. Ef að hún hefði fundið það að hún ætti vísan stuðning bæði Kristrúnar og Þorgerðar þá hefði hún kannski ekki gripið til þessa, ég veit það ekki annars. En henni virðist það að verið gríðarlega brugðið. Fyrst og fremst Ingu. Já, og svo Ingu náttúrulega. Inga sagðist nú á þessum sérkennilega blaðamannafundi standa með henni alveg og hennar hjarta væri með henni og ég veit ekki hvað og hvað. Kristrún var nú aðalega að horfa til Þorgerðar Katrínar þegar hún var að fá svona staðfestingu fyrir því sem hún var að segja. En þetta er bara, ég veit ekki alveg. Og hvað varst út af því? Ég veit sá að Snorri Másson var eitthvað að velta þessu fyrir sér. Og já. En hún er náttúrulega Þorgerður svo reynda í tríóinu. Jú, en það var svona sko, ég las kannski ekki sérstakt út úr því ekki nema bara þá það að hún væri svona að fá svona samþykki eða samsinni Þorgerðar sem þá segir okkur það að Inga sé nú svona þriðja hjólundir vagninum. En Svanborg, þú er framkvæmdastjóri Viðreisnar, þetta skiptir ykkur máli? Jú, vissulega. Og ríkisstjórnina? Þetta skiptir ríkisstjórnarmáli og það hefði ekki verið gott fyrir ríkisstjórnina, þetta hefði verið mál sem hefði mallað áfram svona. Já, þetta náttúrulega gerðist mjög hratt. Þetta var vissulega ákvörðun Ástu Lóu eftir samtal við marga, skils mér. Hún er búin að tala um það, hún talaði við manni sinn og börni sín og hún talaði náttúrulega við þær 3 ár. Þó hún... Áður hún sagði af sér? Áður hún sagði af sér. Þó hún hafi kannski ekki talað við þingflokkinn sinn, eins og kom í ljós. En það að hún hafi sagt af sér, þetta er ekki eitthvað svona sem er að fara að valda miklu hristing í ríkisstjórninni held ég. Ekki að það kemur náttúrulega bara maður í mannstað og síðan heldur ríkisstjórnin áfram. Svo bara áfram gakk? Já. En þingmaður fyrirhandi, þú sast nokkur ár á þingi, hvað getur ímyndar að hafa verið gangað þarna? Veistu það kannski? Nei, ég veit það nú ekki, en utan frá séð er margt mjög kaldanarslegt í þessu þegar kemur svona kom upp svona mál. Til að byrja með myndi ég bara vilja segja, þú veist, og hrósa rauninni Ástu Lóu fyrir að hafa sagt af sér bara strax. Ekki dreigið þetta í ár eins og fyrri uppsagnir hafa verið hjá ráðherrum. Og ekki skipt stól heldur. Og ekki skipt stól og eitthvað svoleiðis. Bara viðurkennt bara beint sagt að þetta er ekki í lagi í dag og þetta var ekki í lagi þá, ég segi af mér.
Já, hún viðurkenndi nú samt ekki á sig neina... Nei, og kom sem með alls konar aðrar útskýringar sem var kannski betur sleppt, en þú veist, það bara sitt sýnir sér hverju með það. En hún sagði við samt þetta bara ekki í lagi í dag og var ekki í lagi þá og segja mér. Og svo útskýring bara það alveg að taka henni. Hún heiðarleg með það og málið dautt hvað það var, það finnst mér. Svo komum við að sjónarhorni þess sem að verið að rosalegt hatur í gangi gagnvart konunni sem að senda þessar svona fundarbeiðnir á ríkisstjórnina sem að mér finnst alveg mjög slæmt. Það bara rosalegt hatur í gangi á alla bóa. Ekkert smáræði, og ástæðan fyrir því að mér finnst það slæmt að því að sú kona segir bara að henni finnist að vera óásættanlegt að hún hafi hleypt 15 ára barni upp í rúm hjá sér sem að bara nokkurn veginn að beint það sem hún segir og það bara fullkomlega eðlileg skoðun. Það samræmist við skoðun ráðherra það sem ástæði fyrir það hún segir af sér. Ég hugsa svolítið þetta líka að við sitjum okkur í þessu spór, við værum forsætisráðherra og það kæmi bara einhver óskum fund og barnamálaráðherra mætti sitja og ekkert meira en þetta er ekki eins og panta pizzu að fá viðtali á forsætisráðherra. Nei. Mér finnst það alveg galið verið eitthvað. Það þriðja hliðin á þessu máli að það það sem að annar aðilinn rauninni segir að það sé beiðni trúnað og svo þessi svona tímalína sem að stjórnarráðið gefur út það hvernig hafa verið fundarbeiðni og að menntamálaráðherra mætti vera á fundinum, þannig getið einhvern veginn ekki verið trúnaður og svo framvegis, en það kannski ekki trúnaður innan þess hóps en trúnaður kannski gagnvart því að fara með þetta í fjölmiðla. Og við vitum það rauninni ekki allt heildarmyndin á því og óreiðan í kringum það og ofsinn í kringum óvissuna sem þarna finnst mér bara ekki heilbrigður. Birta, þú nýliði við Rauðaborðið. Já. En RÚV hefur fengið svona á kjamman frá einum í umræðinni. Já. En það kannski líka eins og oft þá sendibúðin dálítið skotin og eins og Jakob benti réttilega á, ráðherrann ákveður að segja af sér áður en að fyrsta umfjöllunum málið fyrir loftið. Þannig svona tala einhvern veginn ágengi fjölmiðla og einhvern veginn nýðingskap þeirra finnst mér nú kannski ekki alveg standast skoðun. Af því að hún vissi að þessi umfjöllun var í bígerð, það var leitað viðbragða hjá henni og sem hún óveitti, en þá var lág ákvörðun fyrir að hún ætlaði að hætta sem ráðherra. Og kemur svo og í öllum fréttatímum hefur hún fengið að segja sína hlið. Yfirlýsing hennar var birt í heild sinni sem og viðtalið í heild sinni og allt slíkt. Þannig að eins og í öllum fréttaflutningi reynt að halda öllum staðreyndum máls til haga. Fólk ekki alveg samstíga í, það hefur ekki alveg verið svona, hvað segir maður, hennar frásögn samræmist ekki alveg frásögn barnsföðurins og þar fram eftir götum og sömuleiðis konunnar sem að leitar til forsætisráðuneytisins með þessu upplýsingar. Þannig að, en ég held að staða fjölmiðils auðvitað, þetta okkar hlutverk. Það að veita aðhald og segja frá fréttnæmum atburðum í Íslandssögunni og sem og víðar. Þannig að þetta sannarlega mál þess eðlis sem maður sér bara á alvarleiki málsins endurspeglast í því að ráðherra eins og ákveður að segja af sér áður en að málið fer í loftið. Það var leiðinu upp til ykkar til að fara í viðtal. Já, það var fyrir daginn hittast þau. Umfjöllunin fer í lofti klukkan 6 í speglinum og RÚV.is á sama tíma og milli 6 og 7 kemur hún í viðtal til Sunnu Karnar og með það þar upplýsingar hún hafi fyrir daginn tekið ákvörðun að segja af sér vegna þessa máls. Finnst þér að mér finnst stundum að RÚV sé svolítið dæmt að ósekju? Algjörlega. Þetta svona mokkin og RÚV eitthvað svona leggit að jöfnu og eitthvað. Já. Við værum ekki að sinna okkar hlutverki ef við værum ekki að gera það sem var gert til dæmis í þessu máli. Það það sem alltaf gerist í svona málum, það það að viðbröðum ruglað saman við fréttaflutningin og þá myndar svona einhvers konar strámennska, svo ég noti nú eitt að uppáhaldshugtökum Björns og bara Össur kemur fram með einhver alveg sullandi órakenda samsæriskenningu ég kann varla rekja hana, hún svo heimskuleg. Haukur Artúrsson var að birta í morgun núna það að RÚV mætti búast við svimandi skaðabótakröfu. Lögfræðingarnir væru bara í starttólunum vegna þess að þeir hafi útrópað hana sem barnapervert. Ég meina, þetta hægt? Haukur Artúrsson, sem var stjórnsýslufræðingur, það var óskað eftir viðtali við hann á fyrri stigum málsins.
Hann neitaði því viðtali, síðan fer hann að henda út einhverjum mólum á Facebook og alveg hoppandi brjálaður yfir því að fjölmiðlar skildi ekki hafa bara gripið þetta allt upp og slegið upp sem heilugum sannleika og búið í frétt. Ég meina, það heill her af stútungsköllum, Ögmundur, Össur, Haukur, Einar Steingrímsson. Þeir alveg brjálaðir út í fréttaflutningina þessu máli. Og ég spyr hvað að gerast, hvað það sem að rekur þessa menn áfram? Það held ég að gæti oft líka bara miskilnings í ég bauð Hauki að koma í þáttinn, hann sagðist ekki komast. Já, en það gætir held ég oft miskilnings og svona einhvern veginn orð eins og mannorðsmorð og annað slíkt sem að mínum að eiga sannarlega ekki við þessu tilfelli, af því að það okkar hlutverk að leggja staðreyndir á borðið og ekki að leggja á það mat og það því fyrir fjarri að það líka einhver þórðargleði yfir þessu máli á fréttastofu RÚNEM og öðrum fréttastofum. Auðvitað þetta ömurlegt mál og erfitt fyrir alla hlutaðeigandi og það ekkert skemmtiferð eða einhver hefndaraðgerð eða eitthvað slíkt að segja fréttir af sannarlega mjög fréttami máli, það bara því fer fjarri. Þetta bara risastórt fréttamál og það okkar hlutverk að segja þessar fréttir. Já, við vitum það þegar maður að vinna í fréttum að þá erfiðu málin oft skemmtilegustu málin til að vinna því þar þarf að gæta svo mörgu og annað að það enginn að biðja ólán annara en að vinna úr svoleiðis málum oft krefjandi vinna, mjög krefjandi. Já, því eins og þetta mál marglaga og hefur margar hliðar ótrúlega margir sem koma að því. Þannig að það þarf auðvitað að gæta jafnræðis að leita viðbragða allstaðar og mála upp heildarmynd með bara tímalínu og staðreyndu máls. Sem auðvitað kannski mjög margt komið fram, en kannski ekki alveg allt ennþá. Nei. Það ákveðið misræmi þetta í gangi og eins og Össur hjálpaði ekki til við að koma einhvern veginn þessum vörnum það eins og þessi menn séu svona ég efast að sé að gera ríkisstjórninu og Kristrúnu mikil greiða með þessum rassakostum sínum Hvernig var samsælskenningin hans? Að Áslaug Arna hefði einhvern veginn fengið póst frá þessari konu og þá hún einhvern veginn hafi tengst við Morgunblaðið sem ákvað þá að hafa útvistað þessum upplýsingum til RÚV. Þetta orðið ruglaðara heldur en skipstjóramálið. Þetta svo gott dæmi líka Þetta svona gott dæmi þetta verður alltaf að pólitík. Staðreyndir máls eru einhvern veginn blásnar upp í alls konar áttir sem hluta einhverju pólitísku samsæri í allar áttir. Mér finnst fréttaflutningurinn almennt, ég meina það svo margir pittir í þessu máli sem að blaðmann hefði getað dottið ofan í, varðandi bara mjög persónuleg mál fyrir ráðherra og baðstöður hennar sem þeir dutt ekki ofan í og að hafa mér finnst þeir bara langflestir hafa staðið sér mjög vel í þessu máli. Þetta fréttnæmt mál hefði þetta ekki verið fréttnæmt mál þá hefði hún ekki sagt af sér bara þarna samdægurs. Já, hún mat það náttúrulega sjálf. Hún mat það bara sjálf. Eða einhver með henni, ég veit ekki. Já, hún komst að þessari niðurstöðu sjálf að minnsta kosti að þetta væri þess eðlis að hún yrði að segja af sér af því að þetta bara þess eðlis. Ég held við getum ekki hort fram hjá því. Og það ekki fjölmiðlum að kenna. Það ekki fjölmiðlum að kenna. Sjálfu. En það Þetta líka vantraustið að ekki kenna heldur. Þetta svona vandamálið með vantraustið í þessu. Því að við erum ekki með alla tímalínuna. Þannig að segja að við séum að fjalla staðreyndir máls dálítið umfjöllun það sem að einn aðili segir, annar aðili segir, þriðji aðili segir og gögn og alls konar. Og púsluspilið ekki alveg að ganga eins og þá við geta treyst stóru fjölmiðlunum fyrir að birta þeir réttu myndir fyrir okkur. Ég sé það allavega þannig að það bara verið að birta allt sem til en við sjáum á sama tíma að það ekki alveg heilt púsluspil. Það nokkur atriði sem vantar, passa ekki alveg saman varðandi tímalínuna hvort það var beðum trúna þarna eða ekki og hvernig samspilið þar og svo framvegis. Og staðan bara gagnvart trausti í samfélaginu þannig að við skiptum okkur bara í lið. Og við trúum þeim sem að okkar liðir runni að segja.
það bara hinn heilaði sannleikur og allt hitt sem að hinn eru að segja er einhver svona össuraskarpið svona samsæðiskenninga brjálæði sko. Hann sótti þetta í Ólaf Arnarsson. Ólafur Arnarsson nú einn annar sem er búin að vera að hræra í gruggu potti með þetta mál. Já. Ég veit ekki ekkur hann kallaði blaðamaður, hann nú aðalega bara byrt einhverja skrýtna viðhorfsbísla á eiginni. Já, við vorum samtímis blaðamenn og djefa fyrir langa lungu. Já. Hann hefur starfað sem blaðamaður. Já, ok. Hann starfar á fjölmiðli. En ég meina það eru atriði í þessu líka eins og þau að hún leið og hún fréttir að þessu Ásthildur Lóa, þá hringir hún í viðkomandi konu. Þetta kannski ekki endilega the deed, heldur the cover-up. Já, algjörlega. Og hamast í henni og þegar hún vill ekki lengur taka hjá henni síman, þá hún bara mætt á þröskuldin hjá henni og bara vill ræða þetta. Þannig hún þetta komin út fyrir og þetta virðist vera svolítið lenska hjá flokki fólksins, eins og Inga með skólastjóran og svo framvegis. Það svo skrítið að þau skuli ekkert læra að fenginni reynslu. Finnst henni þetta í alvöru eðlilegt? Nei, það getur ekki verið. En sko, er haldið að þetta geti samt sem áður eitthvað sært forsætisráðherra. Hvernig fannst ykkur hún á blaðamannuðinum? Mér fannst hún bara skýr. Já, hún skýr eins og alltaf, en ég held að þessi ofsafengnu viðbrögð, Ögmundar og Össurar og allra þeirra séu helguð af einhvers konar meðvirkni. Þeir vilja að þessi ríkisstjórn gangi upp og svo þá bara kasta skít í fjölmiðla og mér finnst það ekki boðlegt. Betur bara sleppt þessu og lyft Kristrún að svara bara skýrt eins skýrt og hún gerir venjulega fyrir þetta. Algjörlega. Nokkuð sem að þessi ríkisstjórn bara sterkar en það að þeir þurfa á þessari aðstoð. Öruglega. Þetta er ekkert sérstaklega kræsilegu liðsauki. Það oft þannig að hjálpin sem berst ekkert endilega hjálpleg. Nei. En svo kannski þarf maður líka að nálgast þetta út frá bara öllu hínu fólkinu víðsvegar landið sem að einhvern veginn á rétt á þessum ekki einhverju fólki sem þú ert að nefna sem hefur sterkar skoðanir á fjölmiðlum hægri vinstri, heldur líka bara upplýsingagjöf til almennings, auðvitað kemur fólki þetta við og það það sem að fjölmiðlar eiga að vera að gera. Þannig burtséð frá hvort að hvað einhverjum finnst á Facebook til eða frá og það gömul saga og ný og fólk hefur alls konar skoðanir á RÚV og öðrum fjölmiðlum auðvitað. Ég heyrði nú Sigurstein Másson hér á þessari stöð vera að tala það að hún og þetta alveg furðulegu fréttaflutningur í ljósi þess að það væri fólk að deyja út í Palestínu. Já, en þær fréttir eru auðvitað sagðar samhliða. Það alvarlegra mál svo sem en já, en þú veist að þær fréttir auðvitað ekkert settar hittum á meðan. Það er ongoing, þetta bara svo einkennilega afstæða. Ég segi það. En það auðvitað einsamt, sannarlega, ein af fréttum vikunar eru þessar hræðilegu árásir sem halda áfram, en það ekki, eins og þú segir, það ekki svo þær séu settar upp í hillu þegar eitthvað svona stórt gerist. Þær eru sagðar, voru hjá okkur held ég alltaf önnur frétta eftir þessu alveg síðan á 5. held ég. Síðmiður, þetta er alveg skelfilegt tilhugsunar. Ég ætla að ræða það á eftir svolítið. En haldið að komi krafum það að Ásta segja sér þingmennsku? Haldið það? Mér þetta ekki dóðilegt að hún íhugaði það. Það hefur svona verið að því, hefur maður heyrt að svona mögulegt hún að segja af sér þingmennsku. Ég ekkert endilega vissum að hún þurfa að gera það. Bara... Nú var hann nefna Sigurvegur honum í kosningunum. Hún fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis og sem sjálfstæðisflokkurinn ekki lengur með fyrsta þingmann í kjördæminu. Þetta bara stór frétt í sjálfu sér. En hún sökuð þarna og það fer tvennum sögum að því vissulega tálmun sem náttúrulega eitthvað mál sem að flokkur fólksins hefur viljað setja á oddinn. Það nú býsna alvarleg ásökun þó að hún hafni henni í sjálfu sér, þá ekkert öll kurl komin til grafar í þeim efnum. Verður ekki aðeins tíminu leiða þetta í ljós? Jú, og á meðan þá rukkar hún drengin meðlag, alveg full force, allan tíman. Þetta mjög einkennilegt. Og þetta ekki að skemmi, þegar tíminn þarf kannski að leiða það í ljós hvernig hennar þingmennsku ferill heldur áfram, kjósi hún að gera það, þegar það fer að reyna á í einhverjum ákveðnum málum og hún þá þarna, þessi tenging vera mjög skrítin. Hennar mál hinga til hafa bara verið Seðlabanki. Hvaða tenging? Það sé einhvern veginn, þú borgir meðlag
sem einhvern veginn greiðslu fyrir að hitta barnið þitt. Ef þú borgir ekki meðlag vegna þess að það kostar bara saman hversu oft þú hitti barnið þitt. Ég hef enga sérstakar skoðun á því að það er eina afstöðu. Nei, ég er bara að segja í þessari umræðu öllu að tengja þetta tvennt saman bara þú mátt bara borga meðlagið og hitti barnið þitt vera bara mjög skrítin. Eins og þú sért einhvern veginn að kaupa aðgang að barninu sem að er bara alls ekki tilgangu meðlags. Nei, það þarf greinilega að fara yfir þessi málur, er það ekki? Jú. Við gefum lítið fyrir það hérna að Áslaug Arna hafi átt upptökin að þessu. Skiptir engu máli. Nei, þetta er kannski Þetta er kannski sama með hérna sagan fréttin er svo sama. Alveg sama hver sagði hvað, þá er fréttin stendur eftir er svo sama. Já, ég veit það, en svo er það sko margar hliðafréttir í þessu líka. Stóra fréttin er hérna. Áslaug Arna var greinilega ekki að búa það til að barn hafi orðið til fyrir 30 eitthvað árum. Augljóslega ekki. Nei. Þannig að hún er ekki jafn sek og má lesa út úr sömu skrifum. Ég bara skil ekki hvernig aðkoma hennar á að vera, bara yfir höfuð. Það er verið að búa til alls konar kjaftasögur til og það eru alls konar sögur í gangi alls konar fólk. Og þetta hefur verið notað í pólitík bara mjög lengi. Ég get ekki talið upp á fingrum annarra handa sko mennina sem að eiga að hafa barnað ungar stúlkur í pólitík sem að voru óléttar í mjög, mjög mörg ár. Bara mörg ár. Bara konur sem breyttust í fíla, skal ég segja. Margra ára meðganga. Það sem að var einmitt verið að búa til sögur til þess að reyna að koma fólki frá, koma því úr pólitík. Þetta er ekki svoleiðis saga. En það er alveg svoleiðis sögur í gangi. Alveg svo fjölmiðlum er gerðar upp annarlega kendir í alls konar fréttaflutningi. Sko, Áslaug Arna var með þarna fersluða sem hún sagði að hún hefði haft samband við sig, þessi kona. En þú veist, það er öll atburðarásin, allir fréttaflutningur og allt svoleiðis, hann breytist ekki þrátt fyrir það. Það tengist þess ekki neitt. Kemur því ekki, það hefði verið nákvæmlega sama atburðarás og þú veist, þó að við komum hefði ekki haft samband við. Ég veit ekki hverju það munar, sko. Við undum nú svona, ef við varum að reistjórn, myndum nú splæsa ínu símtali. Já, ég meina, Áslaug Arna hefur tjáð sig um þetta á Facebook, gerði það ekki að og hafnaði því algjörlega hafa verið í sambandi við nokkur fjölmiðil. Þetta er svona... Nei, en það skiptir ekki máli. Sko, hefur komið aðeins inn á Gaza þarna á hann. En bara, sko, ellendu stóru fréttinar eru náttúrulega Putin og Trump, sko, og það sem að er að gera sig þessum tveimur stóru ríkjum, sko, sem er hérna alveg ömulegt til þess eins og voru nefna Gaza, að búa við vopnahlé og svo kemur aftur, þetta er alveg hryllingur fyrir fólki. Já, þetta er það. Eins og hann, James Elder sagði sem er hjá hérna Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, sagði þetta er svona versta martröð barnasálfræðinga, það er að segja fyrir börn sem að þurfa að fara eitthvað vegna stríðsátaka og þurfa svo að gera það aftur, taka sig upp aftur og flýja enn og ný vegna þess aftur steðjar ógn að þeirra heimili sem að einhvern veginn er ekkert eins og það var fyrir 1,5 ári. Nei, þetta er ömurlegt. Já, þetta er það. Þetta er svona einhvern veginn óendanlega, allt þetta mál, bara auðvitað, er bara einhvern veginn svo ólýsanlegur bara ólýsanlegt ógeð sko, frá upphafið til enda. Svo á sama tíma er Trump nefnum bara laga til hérna, hreinsa þetta og flytja fólki til Afríku og gera hérna bara flotta strönd frá okkur hinn sko. Já, með gildir í styttu á Trump. Ósmekkleitin eru algjör. Algjör. Sko, þetta er sko, það sem er öðruvísi við Gaza og Ísrael og til dæmis eins og Úkraínu og Rússland er að það eru lönd sem að geta stöðvað þetta í Gaza. Það er aðeins flóknar í hérna Úkraínu, það sem er erfiðar að segja við Rússland hætti þessu, en það er alveg hægt að gera það við Ísrael. Bandaríkin geta gert það við Ísrael, gera það ekki. Fleiri geta gert það, en þeir eru óbyrnir þáttakinn fyrir þessu. Þannig að það er munurinn á þessu einhvern veginn ástandi, fólk sér hvernig það er hægt kannski að tjónka við og stöðva þessa hörmungar. En svo erum við með vandan í Úkraínu sem er allmikið flóknari og merkilegt að sjá hversu mikið svona rússa áróðurinn er að hafa áhrif. Það er ótrúlegt að sjá það sko.
Þannig að við lifum á mjög undarlegum tímum í þessu. En þetta tengir samt líka svolítið því að bæði stríðin eru ángi af því að það svona verið að endurtekna heiminn og endurtekna það hver hefur áhrif hvar og hver ræður hvaða svæði. Eins og við séum bara, stundum líður mér eins og við séum bara komin í endur einhvern veginn uppgötvun merkantilisma. Bara bara línur á blaði eftir fyrir heimsstyrjaldar. Einmitt. Og einmitt með þessa teiknun einmitt á jarðsvæði með svona landsvæði minna það er svona dálítið nýtt og bara alla síðan einmitt í síðari heimsstyrjöld hefur verið að þá var allir svona verið að reyna að tala alltaf í átt að friði með auðvitað misgóðum árangur eins og við vitum öll en samt það er svona verið megin stefnan hjá mikilvægi þess að breyta ekki mikið landamærum mikilvægi þess að halda þjóðríkjónum og virða landamæri og virða alþjóðasamninga sem að einhvern veginn upp í loft núna og við erum eftir að sjá hvernig það lendir en ég held að það fara ekkert mjög vel og þessi framkvæmd á því náttúrulega getur smita út frá sér að ef að alþjóðasamningar ekki virtir viðlit það lítur mjög hættuleg þróun. Já, það gerir það og auðvitað þegar Putin ræðst inn í Úkraínu en náttúrulega líka allt svona tal eins og hjá Donald Trump núna svona hvort við ættum ekki bara að taka Grænland og hvort það ekki bara gera eitthvað annað á Gazaströndinni og allt þetta. Þetta eru bara orð allavega ennþá en þetta er samt skekkir þessa svona heimsmynd sem við öll höfum svona vanist undanfarna áratugi. Það því bara Tævan og Kína og það er bara mjög margt undir í mitt. Það losnar allt svoleiðis ef einn fær að komast upp með það. Þá fá hinnir leyfi til þess að gera slítið saman. Auðvitað það ganga all þessi alþjóða stjórnmál og samningar að viðhalda þessum vörnum í rauninni gagnvart stóru ríkjunum. Að þau bara fara ekki að haga sér eins og Evrópa nýlendu tímans. Já, nú þurfum við nánast á hverjum degi vera að sjá viðtöl við einhverja syrgjendur sem hafa kannski mist alla sína fjölskyldu. Þannig að einir eftir og... Já, við sitjum bara alla daga með myndefni að bara sundursprengdum börnum í fanginu Þetta er alveg og við þetta svona, eins og núna í síðastliðinni viku áframhaldandi einhvern veginn saga þessara hörmunga. Þetta er líka bara orðið svona það er enginn að græða á þessu, þetta er ekki hvað sem að framhaldsaga sem neitt kýs sér, sannarlega ekki fólki sem býr á Gaza og alls ekki heldur fólk í Ísrael til dæmis sem að það er auðvitað hart sótt að Netanyahu heima fyrir vegna þess að hún tekst ekki að frelsa þessi gísla sem eftir eru og mjög margir úr þeirra röðum, það er að segja ættingja gíslana vildu náttúrulega alls ekki að árásunum verið haldið áfram til þess að einhvern veginn að það sem gerðu einhvern veginn minnkaði vonirnar að við kemst upp á stig 2 í þessu vopnahlés ferli. Þannig að þetta er einhvern veginn svona að maður vilja vera eitthvað ólega svartsýt í hádeginu og sunnudegi, þá er þetta svona maður skilur ekki alveg hvernig einhvern veginn þessu áfram að vinda eftir ólýsanlegan hörmungar í allt og langan tíma og svo einhvern veginn verður þetta bara verra. Þetta er svona hvíld fyrir okkur að fá ekki fréttir hérna einhvern tíma og svo bara, hvað þá fyrir fólki og svo kemur bara... Já, og þetta eru alltaf fréttir og það er svona eitt af svona verkefnunum okkar er þetta líka að maður finnur svona kannski bæði með Úkraínu og svo núna Gaza að fólk stundum bara fær nóg, þetta er bara ofhræðilegt að fylgjast með allan daga og svo verður þetta stundum líka svona síbylja, að fólk svona bara þú lest einhverja fréttum að 20 manns hafi dáið í sprengju á Gaza og auðvitað finnst það öllum hræðilegt en þú svona missir aðeins bara einhvern veginn tengsl við það þegar þetta er bara linnulaust á hverjum einasta degi í árum saman. Þetta er það. Og það er einhvern veginn, auðvitað megum við ekki heldur vera þar að einhvern veginn missa tenginguna við það, hvaða fólk, eða þessi fólk hann á bak við þessar tölur. Svo í Úkraínu, þar kemur bara grínleikarinn fyrirverandi Selinski og er orðin bara alþjóðleg, bara stjarna. Já, allavega svona einn af aðaleikurunum á alþjóðasviðinu. Og ekki í jakkafötum? Nei. Einmitt. Ekki frekar en aðrir leiðtogar í stríði. Nei. Og hann hefur ekki verið skammaður fyrir það, fyrir hann mætti í Hvíta húsið. Það var svona búin að vera á hermannabuxunum í 3 ár. Skipað kaos þar, En svo er þetta náttúrulega spurningin, þetta er náttúrulega eins og bara allir, það voru þetta náttúrulega ólýsanlegur harmleikur en hvað getum við gert í þessu? Það er spurningin og við höfum nefnilega Eurovision. Við gætum hugsanlega dregið okkur út úr Eurovision
svo maður hendi nú þessum svarta Pétri var að beita upp í eftirleiti. Ég skal fara með það þangað. Farðu með það þangað og setta hann á borðútastjóra og segðu, gerðu eitthvað í málinu maður. Ég skil ekki alveg af hverju það ekki orðið hluti af bara alþjóðasamningum að leiðu einhver þjóð fyrir inn fyrir landamæri annarra þjóðar. Mér alveg sama hver ástæðan og þá ertu bara út úr myndinni í ákveðnum alþjóðlegum samkeppnum eða viðburðum og svo framvegis. Þú ert bara fyrirgerð eða þeim réttu, við vitum það fyrirfram, þá þurfum við ekki að fara að rífast við það í hver skipti hvort þetta sé sanngjarnt eða ekki. Bara, þú veist það, þú ferði yfir þessa línu, þá ertu bara úti. En þetta bara svo skrítið, Rússar fengur bara frímerki ára sinn og bara út, en Ísraelsmenn ekki. Hvað veldur þessu? Ísraelum þess að þátttakendur í Evrópukeppnum í íþróttum. Já, einmitt. Sem eru náttúrulega bara sjálfstæðspurning. Þessi tvöfaldi standard sem alltaf þessi blessaða ræstni. Já, maður sér líka bara eftir því sem þið farið einhvern veginn svona aðeins austar í Evrópu, hvernig afstæðan gagnvart Ísrael versus Palestínu bara umbreytist. Og sjáu til dæmis bara hvernig reglur hafa verið í Þýskalandi sem eitthvað sem við myndum aldrei nokkuð tíma að samþykja það hversu mikið þú meir lýsa yfir stuðningi við Palestínu áður en að það bara að fara að sekta þig rekað úr skólum síðan þegar komin enn austar að þá það bara engin skilningur með Palestínu. Það komir mjög óvart. Það held ég að sé svolítið mikil breyta í því að hverju Ísrael fær að vera með en Rússland ekki. Það var samstað það alveg í Evrópu þegar það ráðist inn í Úkraínu, nei Rússland, þetta má ekki. Þessi skilningur og þessi samstað ekki í allir Evrópu. Þetta athyglisvert. Ég vissi þetta ekki. Já, meira í þessu því að þetta miklu meira trúarstríð heldur en við gerum okkur grein fyrir Ástæðan fyrir ýmsum stuðningi í Bandaríkjunum við Ísrael trúarlegs eðlis. Ástæðan þarna einmitt fyrir Rússlandi líka trúarlegs eðlis miklu leyti. Merkilega áhrifaríkt ennþá. Þá segir ekki að páin að hressast. Já. Ég náði ekki þessu bíómyndatriksi með Conclave myndina sem kom akkurat á sama tíma og hann laðist inn á sjúkrahús. Ég heyri það fólki sem kemur hingað og læra út af þessum hvernig þetta er vísjárveröld og það líka í Evrópu að þá ætti Ísland bara drífa sig inn í Evrópusambandið, vera með hinum, vera ekki svona útkjálka eða það, liggur okkur meira á inn í Evrópusambandið. Hvað segir Sandborg það? Bara ég er búin að vera að vilja fara í Evrópusambandið í bara mjög mörg ár. Og það ekkert stríð annars þar í heiminu til þess? Það ekkert stríð annars þar í heiminu til þess. Nei. Ég held að bara að öllu leyti þá verði okkur betur borgið í Evrópusambandinu heldur en að vera á berangri. Mér finnst allavega, ég veit ekki hvað mér á að finnast það per se, en mér finnst alveg ótrúlega ólánlega á þessum málum haldið, hvað það, andstaðan við, hún svo mótsagnarkennd, þessi andstaða til dæmis sérstaklega Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins líka, þegar Bjarni og Sigmundur þeir ganga á bak orða sinna og slíta þessum viðræðum einhliða eftir að hafa sagt í aðdraganda kosninga að þeir vildi láta kjósum það. Þetta eru tvöfaldar kosningar, Það fyrst kosið hvort við eigum að fara í þessar aðildarviðræður, svo kosið niðurstöðuna sem kemur út úr þessum viðræðum. Það því miður ekkert að búast við heiðarleika í þessar umræðu. Nákvæmlega ekki. Og þeir verið að segja bara bert út af þarna kostningum það hvort þetta halda áfram viðræðum sé kostningum að ganga í það bara rangt að öllu leyti eins og við ættum bara að geta hort til Noregs til dæmis það og þar kosið og sagt nei. Þegar spurningin hvort þau í alvörun að fara í Evrópusambandið eða ekki. Þannig að þegar þeir eru að tala það á nú enn að kljúfa þjóðina, það eru þeir sem að kljúfa þjóðina. Það eru þeir sem að viðhalda þessar umræðu. Algjörlega. Og bara óheiðarlegum forsendum. Átakanlega mótsagnarkennt þegar þeir eru að hefja upp þennan söngsinn sem þeir gera orðið núna í sífellu í stjórnarandstöðu. Það alls konar mótsagnir í þessum söng þeirra. Þeir eru til dæmis alltaf verið að segja að það sé ekki neitt að semja. Þetta sé bara svona aðlögun sem að þú bara horfir á alls konar samninga sem hafa verið gerðir og
líka bara þá samningar sem að Noregi bauðst. Ég ekki að fara að segja við sem að taka upp samningi sem að Noregi bauðst, en það eru vissulega samningar, það eru vissulega breytingar sem hægt að gera og ég held að sé núna í þessu geopólitíska ástandi auðveldar að fá einhverja svona sérlausni fyrir það sem við viljum heldur en var áður. Bara miklu auðveldar. Hitt að síðan kemur Miðflokkurinn og segir nei, við að fara að gera fríverslunarsamningu við Bandaríkin, miklu frekar. Og hvað það sem í einhverju fríverslunarsamningu við Bandaríkin? Við vitum það vegna að Bretar hafa nána sagt nei við slíkum samningi. Það bara óheftur landbúnaðarinnflutningur. Bara óheftur innflutningur á nautakjöt og kjúkling. Það sem við erum að sko í erfiðleikum með Evrópu samninga af því að þá þyrftu við að fella niður ákveðna tolla af landbúnaðarvörum en við viljum bara endilega fá bandaríska landbúnaðarvörur. Það málið? Já, ég held líka sko, burt sér hvort við erum að gangi í Evrópusambandi einhvern tímann eða ekki. Þá held ég að það væri svona, það væri auðvitað dálítið gaman ef við getum átt svona, hvað segir maður, almennilegar umræður það. Þetta fer alltaf í einhvern veginn, einhverja tvennar skotgarfir og einhvern veginn sömu rök og voru notuð með og á móti á sínum tíma þegar þetta var í umræðinni. Núna þetta bara breytt heimsmynd, þannig að umræðan það hvort við ættum að gera þetta ekki, finnst mér allavega ætti að eiga sér stað á einhverjum eðlilegum grundvelli, áður en einmitt að þetta fer alltaf strax í sitt hvoru öfgarnar. Við komumst ekkert áfram upp úr því. Við erum að skoða bara í alvörunni hvað það sem að, hver eru kostirnir við það, hver eru gallarnir við það og svo fólk bara að fá að ákveða það. Bara örugglega margt sem mælir gegn því og margt með. Ég á í dálítum erfiðleikum með þetta, sko, út af þessu vantrausti sem var að nefna á hann. Ég held að við getum ekki átt þessa umræðu á rauninni heiðarlegum, opnum, sanngjörnum forsendum. Af því að það eru einfaldlega aðilar í umræðinni sem að vilja ekki svoleiðis umræðu því ef hún svoleiðis þá tapa þér. Það einfaldlega þannig. Þannig að eina leiðin til þess að vera með í umræðinni fyrir þá að vera óheiðarlegir í henni. Það ekkert flóknara en það, sko. Og þú ert þá að tala til dæmis dæmi sem voru að nefna á hann. Já. Þetta bara óheiðarlegur, ósann framsetning sem hægt að skoða miðað við hvernig þetta hefur farið í öðrum löndum og sjá að það ósatt. Það ekkert flókið við það, en samt haldið áfram. Og þetta vantrausti sem við erum að glíma við að það ekki hægt að draga fram staðreyndir. Það ekki hægt að draga fram, dæmi það hvernig þetta fór í alvörunni og við verðum að bera það saman við það sem að stjórnmálamenn eru að segja og sjá að það þetta passar ekki saman. Þannig kemur hlutverk fjölmiðla líka inn. Þetta á að vera okkar hlutverk að gera þetta, að draga fram staðreyndir máls. En það orðið pólitíserað líka, sko, og fjölmiðlanir eru orðnir núna komnir í sér dilka og það treystir engin neinum. Þú getur ekki dregið neinn fram sem að allir treysta. Það ekki hægt. En það kannski ekki endilega að vera tilgangurinn, heldur kannski meira bara mála upp heildarmynd. Það sem bara staðreyndir máls eru dregnar á borðinu. Það vandinn. Já, það var af því að einn fjölmiðl gerir það og þá trúa þeir sem að treysta þeim fjölmiðli á þá heildarmynd, ekki hinir. Ég veit ekki hvernig á að laga það. Það var reynt á síðasta kjörtíðanbili með þessari vinnu um eflingu og traust almennings á stjórnvöldum og svo framvegis. Svo bara allt gert þveröfugt við það sem var lagt til. Hvað eigum við þá að gera? Það kemur inn í þetta líka bara af því að það hefur verið gerðið rannsóknir á þessu. Bara hverju trúir fólk. Og fólk trúir þó svo það hafi bara rök og sannanir fyrir fram að sig, að þá trúir það frekar einhverju svona heildarpakk, ef þú trúir Sjálfstæðisflokknum í einu máli, líklega að þú trúir Sjálfstæðisflokknum í öðru máli. Og þá bara það sama við aðra. Hvort sem að síðan kemur líka inn í þetta, og þetta ekki, ég ætla ekki að vera með hræðslu áróður, en bara landsfundur Høyre í Noregi tekur þetta upp með gangi í Evrópusambandið og ef að Noregur fer í Evrópusambandið ætlum við þá bara að vera eini í EES eftir með Liechtenstein. Það málið? Það ómögulegt lítur að vera. Já, og ætlum við þá að fara í svona einhverju samningum á eftir Noregi
eitthvað að semja á forsendu Noregs. Það var mjög áhugaverð klippa sem að Njáll Trausti Friðbergsson birti hérna á Facebook daginn, sem að það var einhver flugvél að lenda. Ég ætla að skíska, er þetta flugvél? Jú, það var flugvél, missilega, en það voru samræður í bakgrunni, þar sem að var að tala maður heyrði einhvern fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, einhvern starfsmann eða eitthvað annað, tala með það að það væri, við verðum alltaf samferða Noregi í þessu. Það var mjög upplýsandi. Já, ok. Er það ómögulega staðið eitthvað? Það er bara raunverulega staðið eins og er að segja. Ef hann Noregur ákveður að fara, þá höfum við ekki bólmagn til þess að sinna þessu. Ekki séns. Það sagði við mig ágætur maður daginn að út af öllu þessum ófrið og þessum látum hans hafi ekki verið Evrópusinni en hann færist þangað hratt með hverjum degi þar því við erum svo lítil að vera að tala um að taka Grænland og við eitthvað sker þarna á milli þannig að bara, við verðum að leita betra skjól sem við höfum segja sumir og þessi maður sem ég hitti hann sagði þetta svona en það er þetta er það ég veit ekki, þetta mér komið Trump, þá breytist svo mikið, það er svona þrýstingur þaðan megin frá, eða þeim megin frá Þetta líka bara snýst sjálfsmyndin okkar. Já. Er sjálfsmyndin okkar svo að við séum þarna undir styrkri stuðningi og með traustan bandamann í Bandaríkjunum eða er sjálfsmyndin svo að við séum Evrópubúar? Og með þessum klofningi sem er að verða þarna á Atlantshafs bara hafinu, þannig að þetta á milli að þá bara hvor sjálfsmyndin er sterkari. Ég meina ef Trump tekur við Grænland þá erum við miklu nær Norður-Ameríku. Bara að segja svona. Já. Miklu. En þá eru þarna komið með bara, erum við þá að fara að styðja við Danmörk ef Trump tekur við. Ætlum við að verða Puerto Rico sem sagt Norður-Ameríku, Norður-Atlantshafsins í rauninni. Já, nei, ég persónulega myndi frekar að velja Evrópu í því samhengi. Mér finnst ég að vera Evrópumaður. Já. Það finnst mér. Heyrðu, en hér maður slíða á alvörinni, eða þó ekki, það er landsleikur eftir. Já. Á heimavellinum okkar út í heimi, eða ekki? Já, í Múrþía. Já. Og það eru bara, einhverja rútur sem er að fara með pikka upp Íslendinga þarna. Skiptir íslenska máli, fáðu síma sem skilur þig. Jú. Já, og ég bróði mín sem er veturna á Tenerife, hann og fleiri flugu til Barcelona og tóku bílalegu bíl þar og alltaf á völlin, þannig að þetta er svona vonum að vera einhverjir þúsundir Íslendinga. Já. Það er nú aldeilis Íslendingabyggðirnar hérna á Spáni. Já. Við spila golf þar. Já, ég var hérna 2 vetur á þessu svæði. En þetta var nú ekki mjög félagur leikur. Nei, það var fyrri leikurinn, já. Fyrri leikurinn. Já, þó Arnar hafi nú verið að reyna að tekna sig upp sem brattan. Ég vil ekki líti út fyrir að vera algjör bjáni en í hvað íþrótt er það? Kalla fótbolti. Ég er á sama stað. Þetta er eins og þegar bestiflokkurinn var til og þeir voru kallar á neyðafundi upp í Orkuveitu. Svo var glærur að sína þeim á sliðis og það held að verið Sigurður Blöndal sem sagði, herrið fyrirgefið eru 9-0 milljarði. Það var búin að tala milljarða fram og tilbaka. Það er ekki alveg að reynir en það er ofta ágætt að játa það bara. Þannig að það er fótbolti, er það landsleikur á móti Spáni? Nei, þetta er heimaleikur okkar, við eigum ekki völl. Já, ok. Kallalandsliðið er að spila fyrstu leikinu sinni undir stjórn Arnars Gunnlaugssonar. Ok, bara leikurinn var. Töpum fyrir Kosovo. Töpum fyrir Kosovo núna daginn og nú er heimaleikurinn Íslandi í Múrþía. Við eigum ekki nú að góða völl. Þurfum að vinna helst með 2 mörkum. Ok, þá er ég fann að skilja hvað. En hitt að það er náttúrulega marki sem að Orri skoraði í þessum leik úti, það var alveg dásend. Nýju fyrirliðin. Já, einhvern hann gerði þetta er alveg jafnvægi sem hann hefur í skrokknumdreigun, það er flott. Þannig að það er ekki allir sem er að fara á leikin. Allir. Nei, eins og ég er einhvern veginn heldur þó að ég er búin að segja hvað þetta er. Sambor, hvað er þú ekki á það? Nei, ég hef einu sinni farið á landsleik á Laugardalsvelli. Og ég hef einu sinni hort á fótboltaleiki í sjónvarpi. Og það var þegar við spilum
einhverju Evrópu heimsmeistaramóti, einhverju móti Englandi. Ég horfði á þann leik. Það var ekki leikur. Og þá ég búin að telja upp alla fótboltaleiki sem ég horfði á ævi minni. Herðið, sko, með þann leik, þegar ég var út á Spáni, þá hitti ég englendinga og spilaði golf með þeim og þeir dáðust á okkur að hafa sigrað England. Þeir dáðust að því, sko. Og Ísland líka í lokakeppninni og þá var líka handbolta og körfubolta líka, sko, það er bara, margir íbúar og eru í Coventry, sko, Coventry myndi aldrei sigra landslið og það er ekki hægt, sko, það er bara... Breska pressan alltaf fór á hliðina þannig þegar Ísland vann England. Og Gummi Ben líka. Já, rétt. Crazy Commander. Já, rétt. Já, og ég alveg vissu það bara þekkjandi Bretland og vel að Írar, Skotar, Velsbúar hafa allir haldið með Íslandi. Já. Ég held að svona flestir hafi haldið með Íslandi svona á þessu móti framan allar. Já, sem horfðu. Já. Bara Breta sem gerði ekki. Já. Englendingar, já. Englendingar, fyrir ég. En svo það líka, ég ætla að tala aðeins meira þetta, við eigum sem stendur ekki völl til að spila í alþjóðakeppnum og ekki hús til að spila handbolta og körfubolta. Lesaði þjóðarleikvangurinn. Já, en sko, færingar er búin að þessu. En þeir svona bara á ágættir leiði til þess eins og í handboltanum og bara allt í lagi á þeim. Þeir eru með stórt íþróttahús og... Fullt af göngum. Já, svo þar fyrir þann, sko. Spurði samgönguna. Þetta er eins og ostur bara. Eru þeir ekki að fá danska peninga, danska krónur í það? Ég held það. Já. Það tjekka dörnu hvort þið viljið styrkja okkur þjóðarleikvang. Já. Eða bara þeirra að þetta gamla... 44, það voru smá mistök. Já. Senkaði nokkur ár. 7 samninga þjóðarleikvanga. Ég held að Gunnar Smári hafi ekki farið með þetta nógu langt, þetta með það bara ganga undir Noregs. Þessi brandari mér finnst það bara góð hugmynd. Gera það alveg úr því. Já, en það er það er verið að fara að byggja þjóðarhöllina allan að búið að ráða framkvæmdastjóra fyrir verkinu. Jón Arnór Stefánsson. Og setja einhverja milljónir í þetta, sko. Það búið að setja einhverja milljónir í þetta í fjárlögum og fjármálaáætlun en ekki sko alvöru peningarnir. Stöðugt verið að blása til blaðamannahundar það þegar nú heldur betur að fara að gera skurk í málinu og maður er eiginlega bara að hlæja þessu. Allir stjórnmálaflokkar hafa verið alltaf sama glæra notuð. En þeir eru nú víst að rífa upp Laugardalsvöllinn núna. Setja á gervigras. Þetta er svona þjóðarhöllin, þetta er svona sama og með úrræði núna fyrir börn í vanda. Það er allir sammála að þetta þurfi að vera í lagi en einhvern veginn svo bara gerist það bara einhvern veginn ekki. Það er alveg svakalegt mál. Að þurfum að vista börn í fangaklefa. Það er ekki eins og í fangelsi. Fyrir mennta- og barnamálaráðherra einmitt. Svo kom þarna dómsmálið þannig að það er svo sem undanfari af þessum fréttum vikum. Þessi klefa er ekki ætlaðir til að vera í, þetta er bara yfir nótt. Þannig eru börn vistu. Þetta er það sem við Þórhildur Sunna var að vinna dálítið á þinginu síðasta kjörtímabili, það er varðandi endurskoðun á lögræðislögunum og hvernig er farið með einmitt. Við vitum það er ein hæð bara á Landakotsspítala sem er bara hæð fyrir fólk sem að kerfið veit ekki hvernig að glíma við, veit ekki hvar á að setja. Og sögurnar sem að koma þaðan eru ekki fallegar. Þannig að við erum... Hvernig fólk er það sér? Segðu hvað. Það er bara fólk sem að heilbrigðiskerfi ræður ekkert við. Það er bara lokað inni og setja sófið fyrir framann og starfsmenn fyrir að setja stíðan til þess að það sé ekki ráðist á það. Fólk sem er bara einhvers konar maníu eða alls konar erfiðlegu ástandi. En það er ekki löglegt á sama tíma. Nei, ekki réttur aðbúnaður. Nei, nefnilega. Þarna er hvað er mikið eftir ógert í innviðaskuldum. Það er eins og eitthvað svona mál sem okkur þykir vont að heyrum og eins líka með einhver krakkar þóði sér erfiði að þeir séu vistæri í fangaklefa. Ég var á fundi fyrir ekki svo lengur síðan með mitt stöðu barna með fjölþátta vanda þar sem voru einhverju foreldrar þessara barna sem hafa verið vistæri í þessum fangaklefa sem voru bara að lýsa vanlíðan þeirra yfir því að þurfa að fara í þennan fangaklefa sem var bara skelfilegt að hlusta á. Að það séu ekki aðrir möguleikar.
Nei, aðri möguleikar kosta. Það vita það allir. Já. Og það einhvern veginn engin tilbúin til að setja pening í það. Nei. Það ekkert auðvelt að koma því á koppinn, sko, langt í frá. En það eitthvað sem að verður að gera. En maður getur ekki séð, sko, foreldrabarn sem vista þarna, að þau séu svo bara góða nótt og sofni, sko. Nei. En síðan hefur þetta líka verið svona pínu boltið þarna milli sveitarfélag og ríkis og hver á að borga einmitt og hver á að sjá þessa uppbyggingu og vonandi verður þetta bara skýrara núna þegar þetta orðið ljósta að þetta þjónusta sem ríkisins. Og hérna... Loksins var það gert til aðmengu. Já, og sveitarfélagin eru þá ekki lengur einhvern veginn bara, ég meina lítil sveitarfélag út á landi sem eru bara með eitt barn með fjölþætta vanda, bara þetta kostar svakalega mikið fyrir lítil sveitarfélag. Það lítur að vera. Og það sé bara þá skýrara og þá bara skýrara ákvæðið það hver, að því að þetta hefur líka verið þetta sko heilbrigðisvandi, þetta sko félagslegu vandi og þá þetta orðið skipta á milli ríkis og sveitarfélaga og þá verður þetta bara svona nei þú sem það ánáttúrulega ekki að vera. Bara leggja sveitarstjórnarstigið niður. Af því að það rífast hver og taka upp byttuna. Já, og af því að það eru allir frekar svona hvað sem outstretched, svona Já. Það allir bara smurt allstaðar. Kóngulóarvefur í veskinu. Já, það er kóngulóarvefur í veskinu allstaðar, þannig að það eru allir að reyna að íta frá sér erfiðu málum. Það er bara svoleiðis. En ef að... Það er lóg í veskinu, þetta ekki. Jú, þannig að ef það er þá orðið bara skýrt bara hver á boltan, að það verður vonandi auðveldur að fara að gera eitthvað í þessu. En hvernig líst ykkur á það að leggja bara sveitarstjórnarstigið niður og að hið opinberu starfsmennirnir fari að fara að vinna? Já, ég held að það sé ekki góð hugmynd. Nei, ekki góð hugmynd því miður. Því að nærþjónustan hverfur líka rosalega við það. Og nærþjónustan alveg mikilvæg. Ég held bara að við séum að henda alveg óheyrilegum peningum í þessa byggðarstefnu, nærþjónustu og við erum ekki að fá neitt fyrir peningin. Það getur vel verið. Ég held það. Það getur vel verið. Það fari allt meira og minni sjálft sig. Við erum 400.000 manns, við erum jafnmörg og Coventry sem hafa nefnt það þýðir ekki rámt að reyna. Við erum með langmestu yfirbyggingu sem að þekkist á byggðu bóli. Af því við erum lítið land. Við erum sjálfstætt lítið land og það ákveðin bara grunnkostnaður sem að það að sinna því að vera sjálfstætt samfélag. Við erum alltaf mörg sveitafélag. Alltaf mörg sveitafélag. Við erum með bæjarstjóra sem eru á pari við í launum við það sem gerist og gengur í New York. Hversu hvers konar geðveiki þetta? En hversu galið það einhvern veginn og þegar maður heyrir ákveðna flokka að tala það hversu mikið verða að fækka þá ómögulegt að litla Ísland væri hluti af Evrópusambandinu. Það finnst það rosalega kaldarsleg samanburður. Nei, við verðum að halda litla Íslandi alveg einangruð og sjálfstæðu en svo litlir hreppinir hingað og þangað. Nei, þið verðið að sameinast. Við erum rosalega kaldarsleg. Ég skal alveg viðurkenna að ég ekki búin að útfæra þessa hugmynd en mér finnst þetta að blasa við. Mér finnst mjög eðlilegt að við reynum að halda nærþjónustu og sjálfsákvörðunar rétt í rauninni nær samfélagsins. Hvort sem að sé heppnast eða ekki síðan allt önnur spurningu. Ég held að sé alveg rétt hjá þér að það ekki með við reykvíkingar á því hvort við látum hennan flugvöll í Vatnsmýrinni fara eða ekki. Það gildi bara í eina átt. Já, því miður. Það samt, ég meina Reykjavíkurborg samt með skipulagsvald. Já, en það nú alla þegar Njáll Trausti byrjar að... Nei, og líka bara þegar ríkir byggingaverktaka að koma líka, þá breytist margt, En svo frétt í gæra ferðar, það eina hveitimilla landsins, Kortnags, Faxaflóðan búin að segja þeim upp í leigunni og húsinu og þá bara verðum við hveitislaus. Ekki alveg hveitislaus, það nú ekki alveg rétt hjá þér. Nei, íslensku möluðu. Já, íslensku möluðu, en ég ráðherra minn sagði bara að þeir ættu að sækja aftur og það væri búið að breyta lögum og það væri bara búið að leysa það. Gæti ég ekki betur heyrt? Nei, eða ætlaði að leysa þetta. Þetta kveið hún ekki neinu með þetta? Nei, ég gæti ekki betur heyrt af því sem hún sagði það væri búið að breyta lögunum. Það væri búið að breyta þessu þynningarákvæði sem að þetta hefði fallið á síðast og þeir ættu bara sækjum aftur þarna þessum nýju stað þarna upp í
Hafnarfirði, var það ekki? Grundartanga. Ég sá þá fréttina bara í gær. Þannig að ekki bara búið að leysa? Ég veit ekki, og hann gerist ekki þegar það leysa þetta bara fyrirfram. Það leysist, sko, bara þegar deadline-inu algjörlega, sko. Þeir eru að fara að rýma hennan turtsæður með hann og þá bara ekki dísaskuti hann matalögur ekki en þetta bara á þeim degi sem átt að fara út úr húsinu. Þessi plön allavega svona samræmdust ekki svona umræðinni bæði hér og Norðurlöndunum þegar fólk að koma sér upp svona neyðarkitti með vatni og rafhlöðum og öllu slíku og allir að svona reyna kannski allavega að vera með plan B og C til að geta framfleytt sér og fólkinni kring. Það passa kannski ekki alveg vel inn í þá umræði. Og þetta ráefni sko sem svo nauðsynlegt í marga mat. Og við höfum verið sjálfbærum lengi. Ég langar vonandi til líka að tala eins Framsóknarflokkinn. Nei, ég er fjarnar akkur grettur þig? Nei. Þetta alveg mál. Alltaf til ég að tala Framsóknarflokkinn. Það 5 þingmenn eftir og Sigur Ingi fer í kringum landið og hittir þar við mælendur og við hlægjendur eða eitthvað, ég veit ekki, og alveg harður á því að hann eigi að vera áfram formaður. Guðin Ágússon sem einu sinni kynnti formennsku í flokknum, hann bara sko ákallar manninum að fara bara í grein sem hann skrifaði. Nema nú held ég í spursmál. Dróða nú svolítið í land með það sko. Ekki bara eðlileg svona, kannski, þetta náttúrulega ógulega gamall flokkur búin að vera til lengi og ganga gegnum alls konar eins og svona stórir misstórir kannski, en svona gamlir stjórnmálaflokkar, þannig ekki bara mjög eðlilegt eftir að hafa verið í ríkisstjórn lengi og gekk svo ekki nógu vel í síðustu kosningum að það fari fram umræða innan flokksins hvað á að gera og hvað á ekki að gera. Það er bara, það væri skrítið að væri ekki þannig. Það hlaut að renna upp einhver endapunktur á það að þeir getur bjarga sér alltaf fyrir kosningar eins og Það er að 3. eða 4. hverju kosningar hefðum alltaf sem að þeir líti út fyrir að vera nýjir og ferskir. og bara af hverju ekki kjósa Framsókn. Ég held að svarið við þeirri spurningu hafi legið svolítið ljóst fyrir í síðustu kosningum. Já. En gerðu það ekki þar síðustu? Nei. En svo þið líka í svona klemmu í borgarstjórninni. Þeir unnu stórsigur þar og þeir eru svona klemmu. Sigurinn í sveitarstjórnarkosningunum 22 var náttúrulega svolítið mikið að þakka alþingiskosningunum 21 og stórsigurinn þar. Og þeir voru svolítið svona bara á þeirri öldu áfram í sveitarstjórnarkosningunum svona ekki bara best að kjósa Framsókn. En ef ég spyr nú bara eins og barn, hvað er Framsóknarflokkurinn? Getur einhver sagt með það? Ákveðna hagsmuni á ákveðnum stöðum á landinu. Já, ekki einhvern veginn svo leiðis. En þetta er samt líka, eins og ég sagði hann, stjórnmálaflokkur sem búin að vera til mjög lengi. Síðan 1917, ef maður rétt. Já, einmitt. Elstu stjórnmálaflokka. Það var náttúrulega bændaflokkurinn og svo náttúrulega fækkar bændum. Gott ef einhver langa minn var ekki einhver þingmaður fyrir hann eða forvera hans með þessi. En ég meina sko flokka, þá þrítur erindi. Flokka þrítur erindi. Þeir eigi ekki að vera til bara af því bara. Nei, þá taka þeir sko mjög oft sko umbreytast. Og maður sér það á systurflokku Framsóknarflokksins, til dæmis á Norðurlöndunum, af því að nú Viðreisn orðin að systurflokka Framsóknar Senterpartiet hér og þar sem voru gömlu bændaflokkarnir sem eru bara orðnir svona miðjuflokkar, Evrópusinnaðir miðjuflokkar sem að eru með alls konar stefnur. Þannig að Framsóknarflokkurinn er orðinn óþarfur samkvæmt ykkar bókum. Algjörlega, sko, ég meina þetta var framúrstefnulegu flokkur, þú veist, 1920, alveg tímalust og komu upp þessu kerfi sem er nú í gangi á, þú veist, miðjum og seinni part síðustu aldar. Akkurat. Nú það kerfi orðið úrelt og við erum, þú veist, komin að næsta fasa en þau eru ennþá í varnarstöðu gagnvart því kerfi sem þau byggu til. Mér finnst flokkurinn vera svolítið til margs úrkynjun. Flokkakerfisins þá þrítur erindi og þá fara þeir að teika eitthvað byrju, hvað vill fólk og þá eru þeir ekkert að leiða neitt, þeir eru bara að elta einhver trend sem að þeir halda að muni afla þeim atkvæða svo þeir geti setið við kjötkallar. Ræðan hjá Sigurði Inga í kosningabartunni í RÚ var gott dæmið það mitt. Akkurat, og hvað er annað en að tala með þetta sé hálfgerð úrkynjun? Já, flokkakerfið sem þú segir, ég er alls sammála því. Já, það þarf að vera svona
vissulega sko til þess að flokkar eigi erindi þá þurfa þeir að vera að tala málefni sem að skiptir fólk þarna út í máli. Það er ekki þar með sagt að það eigi bara að fara sko vera með einhverja skoðanakönnun og segja hérna, hvað finnst þér? Hvað finnst þér? Og ég skal þá tala það. En ef að sko flokkar vita það að segjum bara að Evrópumálið skiptir þeim miklu máli að þeir eiga þá að tala það á sinni forsendu. Vera búin að velta fyrir sér Evrópumálinu, koma upp einhver stefnu og tala þá þá stefnu. En ef að mín stefna væri bara, við þurfum bara að búa til Ísland sem gervigreindarsamfélag og hægt að vinna, vissulega get ég reynt að tala fyrir þeirri stefnu ef nefaðringi sem hefur áhuga á því, þá verður flokkur ekki. Og því hvort það sé nauðsynlegt eða ekki, algjörlega. Taka það stefnu, hvort það gerist meira eða ekki. Já, en það þarf að vera þarna ákveður svona, koma saman, áhugi fólks að því það sem að það upplifar að skipti það máli og síðan stefna stjórnmálaflokka. En mér finnst þetta einmitt leið okkur að spurningunni til hvers eru flokkar og til hvers þetta flokkakerfi? Mjög góð spurning. Að vissu leyti er þetta einföldun á því hvernig við kjósum til þings og þetta sko því að í raun og veru að þá erum við að kjósa einstaklinga. Einstakir þingmenn eru með sjálfstætt umboð frá kjósendum sem þingmenn. Ekki flokkar eru ekki með neitt umboð. Þetta eru þingmennir sem fá sitt sjálfstæð umboð. Þess vegna getur einstakur þingmaður sagt sig úr þingflokki og verið bara óháður þingmaður á þingi. En okkur líður ekki þannig þegar við erum að kjósa á kjörseðlum. Þá krossum við yfirleitt við ákveðin flokk. Og þannig er öll umræðan að það séu flokkar hingað og þangað þegar það eru raun og veru þingmenn með einstaka sjálfstætt umboð. Já, en það er samt ekki heldur þannig að þegar kjósendur fari og að kjósa, þeir séu bara, nú ætla ég að kjósa Björn. Nei, ég veit það, af því að við setjum í rauninu upp kosningakerfið og kjörseðilin er rauninu á þann hátt. Þegar við merkjum X við C eða eitthvað svoleiðis, að þá er það stytting fyrir því að segja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niður listan og þess vegna hafa útstrekanir svona lítil áhrif. Af því að útstrekanir eru að keppa við í rauninni þetta almenna X fyrir allan flokkin og alla þess númeraröðin sem að veldur af því. En væri ekki full ástæða að þær myndu vega þyngra þessar útstrekanir? Jú, ég myndi persónulega vilja hafa þannig að ef þú merkir X við flokk að þá sérstu raunin að samþykja uppröðun allar annara. Þeir eru alveg sama hverjir eru valdir af listanum. Einhver aðri mega vel það, þú vilt bara að fólki sem er á listanum sé valið. Þannig að ef meira segja bara einn kjósendi myndi segja 1, 2, 3, 4, 5 í öfuru röð, þá er það þingmennir sem að myndi vera kosnir fyrir þann lista. Eða maður kjósa bara fólk þvert á flokka? Já, það hefur verið tillögur það sko, það væri held ég jafnvel betra sko, jafnvel einhvers svona blöndun á því. Sko, sumir flokkar eru bara svo háðir öðrum að það en maður ekki slítur einna líflínu sko. Nei, ég er að lesa hérna margar sögur. Ég held að það sé sko fyrir utan hérna ég held að það opni á töluvert meiri popúlisma heldur en það er hættan flokkakerfi gerir. Hérna, með nýja fréttir. Rúf, það er Guðmundur Ingi nýri mennta- og barnamálaráðherra. Er það ekki bara eðlilegt? Jú, miðað við sko hvernig svona sagan hefur verið þarna hjá þeim sko. Hann er búinn að vera þarna frá upphafi með. Og er varaformaður flokksins og þingflokksformaður. Hefur töluvert þingreynslu. Þannig að hann veit svona hvernig þetta gengur fyrir sig. Verður Ragnar Þór þá fórum þingflokksformaður eða ekki? Það sagði fréttin í hádeginu. Ragnar Þór? Já, það sendur hérna líka. En svo er þetta, þá erum við komin með næsta vika í 2 öryrkja í ríkisstjórn. Hvað segir þið? Þá erum við komin með 2 öryrkja í ríkisstjórn. Það er ekki bara allt í lagi. Ég segi þetta algjörlega án allra fordóma. Sennilega er þetta nú einhvers konar heimsmet, myndi ég halda. Já, þetta tala um þetta á jákvæðu nótum. Já, ég skildi þið þannig. Herðu, þú enda á þessu ömulega máli hvað ofbeldi er að aukast mikið hérna. Það er bara sko að fara með einhverja vitleysingar sko í fangelsi á Akranes og í Keflavík, það var allt stútfullt af ofbeldisfólki. Þetta gerist í umhverfi sem að er ekkert traust til staðar. Að finnur enginn fyrir öryggi, að finnur enginn fyrir mögulegan á því að leita sér aðstóðar.
Þetta sundur tætt samfélag að miklu leyti og það búið að vera að vinna markvisst að því á undanfarnum árum. Þrátt fyrir að undirliggjandi séu svona við megum ekki fara sömu leið og svo eru einhverja þjóðir nefndar og svo það bara samt gert. Hvað á maður að gera þegar að hljóð og mynd fara ekki svona saman og afleiðingarna sem verið að reyna að benda á þetta mun fara þessa leið ef þið komið ekki upp þessum úrræðum fyrir börn í vanda. Ef að þið leysið ekki fangilsi. Ég skil til dæmis ekki af hverju Litla-Hraun ekki bara búið að loka því. Í þeim heimsóknum sem ég farið í það, það ekki hægt að bjóða upp á þær aðstæður. Fangarnir voru með vasslöngu úr krana frammi inn á klósetta sem voru að sturta sig bara beint úr vasslöngunni. Og myglan sem að sást og ég veit hvað þetta var, ég skil ekki hvernig bara heilbrigðiseftirlit hefur náð að kvitta upp á. Hérna í lagi að hafa fanga og starfa með fanga til dæmis. Þannig að það svo margt einhvern veginn sem að við sjáum að viðgerða þörfirunni og stjórnvöld segja já, samþykkja það en gera síðan ekkert. Breytti Hólmsheiði engu í þessum efnum? Mjög lítið svo sem. Þetta ekki allt stútur? Einhverju en bara það, þú veist... En það vantar bara... Umfangi, sko. Já, vantar meira. Já. Það er náttúrulega hugmyndir að byggja nýtt fangilsi. En hvað var það upprunalegu spurninguna? En koma í veg fyrir glæpinn. Já, og auðvitað hefur þetta eitthvað svona með okkur sem samfélag að gera, bara sko hvernig okkur líður og hvernig tengslamyndun og samskipti og annað slíkt. Auðvitað þetta einhver birtingamynd þess að þetta sé komið í þetta eins og bara gerist þarna á Ingólfstorgi á föstudagskvöldi. Ég þekki ekkert málavöxtun, þetta bara svona eitt dæmi einmitt eitthvað svona ömurlegt ofbeldi sem við erum að sjá einhvern veginn rosalega mikið af og í bara nær umhverfinu okkar og auðvitað, þú veist, þetta fólk sem líður ekki vel, kemur kannski aðstæðum sem voru óboðlegar og þannig ég held að sé eitthvað svona, þetta eitthvað birtingamynd af samfélaginu okkar, af hverju þetta komið svona á einhverju stöðum. Já, vegna þess að við látið þróast á þess að grípa inn í þetta. Já, svona gerist ekki á einni nóttu, fólk fer ekki einhvern veginn út af engu með hnífnir í bæ og stingur einhvern. Það er eitthvað sem gerist þarna í millitíðinni. Og eins og segi, þetta er bara eitt dæmi sem ég þekki ekki málavöxtu en það eru ótal mörg svona dæmi bara undanfarna vikur og mánuði sem einhvern veginn hafa slegið þjóðina og það slíkt gerist ekkert í tómarúmi. Nei. Fólk man eftir í fyrir nokkrum árum síðan þá voru fréttur oft af rauninni hópum unglinga eða fólks sem voru að ráðast á einhvern einn og það hefur ekki verið gripið til nefna rauninni varna fyrir oft þannig einstaklinga og nú eru þeir einstaklinga kannski farnir að verja sjálfa sig af því að þeir finna ekki vörn eins og annars staðar. Já, svo búið að vera að sýna okkur í fréttum svona myndbrot sem vera það sem að krakkar eða úlíkar að berja hvert annað og sparka í og taka upp á myndbönd. Það vantar einmitt einhverju svona samkennd, það er eitthvað sem að svona vantar þannig þegar að... Ég held að í allum þeim tilfellum hafi reyndar verið reynd að bregðast við að einhverju leyti, hvort að það hafi tekist, vegna að þetta er oft bara mjög flókin vandi sem þarna baki en að reyna að minnst að grípa það unglinga sem ekki komni mjög djúpt inn grípa unglingana líka sem eru komnir dýpra inn og reyna að koma þeim tilbaka en það er líka bara held ég svona ekki bara á Íslandi heldur bara svona almennt mögulega er þetta tækniþróun eða eitthvað, það verður eitthvað tengslarof. Já, aðferðafræðin er alveg þekkt. Þetta það sama hefur gerst á mörgum stöðum í heiminu. Það verður ákveðin gengjamyndun. Það er ekkert nýtt undir sólinni með það. Og aðferðinar til þess að draga úr slíkri gengjamyndun að vinna mótið þær eru þekktar. Það hefur verið gerðar á mörgum stöðum í Bandaríkjunum og Norðurlöndunum og ýmsum stöðum. Það þarf bara að ganga í það. En það er ekkert léttverkt, það er tímafrekt, mannfrekt, nöðsynlegt, alveg tímanlaust. En einhverja hluta vegna þá... Það hefur kostað mannslíf þessi hnífabörðu til dæmis. En það er svo gott við, þau eru ekki bara að fara að koma okkur út í góðverið. Þetta sýtja að tala um ofbeldi. Bara frekar í sólina.
Já, það ekki? Já, það svo komið í vor. Ég veit eitt sem að myndi gjörna vilja komast út. Já, það er hundurinn Loki sem hefur verið alveg til sóma hérna. Já, það er enda rétt. Ég var að vona að sæti hérna í stól við borðið með okkur, ég ætla að geima hundi borðið. Já. Komið til smá klappa hérna. Það er greinilega gott í honum. En ég þakka ykkur, Birta, Björn Leví, Svanborg og Jakob Bjarnar. Já, takk hérlega fyrir mig. Og ykkur sem voru með okkur, þættir með lokið núna, en ég kann nú ekki rullur hans Smára með hvernig geti styrt samstöðuna, en það er náttúrulega inn á heimasíðin og það er hnappur fyrir þá sem vilja styrkja samstöðuna. Henni veitir ekkert af, sko. Það er mikið í bígerð, en sæla sinni.